Í tilefni af 50 ára afmæli Grensásdeildar 2023 þá efndu við til stórrar afmælissöfnunar, bæði í gegnum árið allt en svo með söfnunarþætti eins og eru vel þekktir hér á landi þar sem að sjónvarpsstöðvar taka höndum saman og það skilaði rosalega góðum árangri. Við fengum 178 milljónir frá landsmönnum. Það ætlað til að hjálpa til við að kaupa tæki í nýbygginguna og í rauninni svo þröngt starfsemina núna á Grensási að það ekki pláss fyrir þau tæki sem hún þarf í raun á að halda. En núna þegar að nýbyggingin bara handan við hornið, þá hægt að kaupa stór, viðamikil og dýr tæki sem skipta sköpum fyrir meðferð fólks. Það sem skiptir langt mestu máli að hafa verið svo lánsöm að eiga þátt í því að hrinda nýbyggingunni af stað sem tvöfaldar húsnæði Grensásdeildar og gersamlega stórbætir alla aðstöðu til sjúkraþjálfunar og iðjuþjálfunar og til allrar annarar þjálfunar sem á þarf að halda og eins bætast við 19 ný herbergi sem eru bara samkvæmt öllum nútíma kröfum. Gamla byggingin sem við stöndum í núna, þar eru deildir, legudeildir, þar eru og eru rúm fyrir 13 legusjúklingar sem verða áfram en auðvitað þarf að endurnýja þau herbergi og það var alltaf, við skildum alltaf svo að það væri partur af pakkanum að vera ekki með fyrsta flokks sjúklinga og annars flokks sjúklinga og 13 herbergi sem að deila með sér 3 salernum, það bara ekki hægt á svona deild og þegar að koma upp sem smitsjúkdómar og annars litt bara nóróveira þá verður að vera hægt að aðskilja sjúklinga og við treystum því að það verði gert og að rýmið hér verði nýtt eins og áætlanir voru þegar að farið var í þessa stóru framkvæmd. Það ekki búið að hanna, það eiginlega ekki búið að setja þetta formlega á áætlun en við hollvinir náttúrulega treystum því eindregið að það verði gert fyrir mikið hætti miðju kafi. Þannig að ég bara treysti því og ég veit að við hollvinir gerum það öll að nýting og endurnýjun á gamla spítalanum, eða gamlu byggingunni, verði byggð inn í þessa heildarframkvæmd sem svo æðisleg og þetta svo mikil framför en skiljum ekki helmingin eftir.